Kannski fyrst og síðast að þetta mjög vel skrifað og magnað verk og þarf að vera ár síðan að Þjóðleikhússtjóri bauð mér að setja upp verkefni og við vorum svona byrjuð að skoða hvaða verkefni það gæti verið. Þá kom til mín leikkona sem hefur ekki leikið hér á íslensku sviði í 13 ár og sagði sig langa að fara að leika. Þannig ég fór svona að kannski líka að leita að verkefni sem gæti henta henni. Þetta Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir sem í einu hlutverkanna. Sömuleiðis var Hilmi Snær svona, það var nokkurn veginn búin að binda hann inn í verkið, þannig að fyrsta lagi þetta gildi verksins sjálfs. Þetta mjög velskrifað flott verk sem að á erindi núna ekki síðan það var skrifað fyrir einum 12-15 árum og svo þetta svo flott leikaraverk. Þetta 4 hlutverk, mjög vel skrifuð og krefjandi. Það þarf virkilega sterka og flotta leikari í þetta og ég var svo heppinn að ég fekk akkúrat það 4 sem ég óskaði eftir. Nú, ég kveikti á þessu af sömu ástæðum. Mér fannst þetta afskaplega vel skrifað verk og spennandi að fást við það. Þetta í rauninni lítill lokaður heimur sem verður svona tákn fyrir kannski samfélagið. Þetta þessi kaþólski heimur sem að þau hreyfa sig innan og hendur skólastýrunar eru bundnar gagnvart hierarkíunni sem að ríkir innan stofnunarinnar. Þannig þetta segir eitthvað fólk í lokuðu þéttu umhverfi þar sem það þurfa samt að koma, eða hún kemur þessum áhyggjum sínum á framfæri. Presturinn sakaður eitthvað sem honum finnst sem hann segist vera saklaus af. Þetta afskaplega spennandi umræða og afskaplega vel skrifuð. Maður veit ekkert í rauninni með hverjum maður stendur eða hvað mann finnst í lokin sem finnst mikill kostur við verkið. Undirtitill verksins, Evi heitir verkið, en undirtitillin dæmisaga og það eitt af því sem gerir þetta svona þess eðlis að það svo auðvelt að flytja þessa kringumstæður sem að akkúrat verkið fjallar þarna á þessum stað og þessum tíma yfir í annan tíma og aðra staði og það óraði ekkert okkar fyrir tæp árið þegar það var nú ákveðið að setja upp þetta leikrið að þetta yrði svona rosalega aktúel. Þar að segja hefði svona sterka skírskotun til okkar tíma og umræðunar hér á Íslandi síðustu vikur og mánuði. Það náttúrulega þetta með evan, eins og titillinn segir, hvað það lífsnauðsynlegt að leyfa sér að efast og gangi ekki út frá því einhverjum gildum sem eru talin kannski algildur sannleikur eða eitthvað sem viðtekið af flestum að þarf ekki endilega að vera endanlega réttmætt og satt. Og það það sem að höfundi mjög hugleikið í þessu og hann segir einhvers staðar í formálaverksins að allar breytingar, allar framfarir eiga upptök sín í efa. Það efast einhvern hlut. Það mjög spennandi þáttur í þessu öllu og svo það náttúrulega bara hversu mikil óbilgirni getur falist í það að festa sig í einhvern að því að maður heldur sannleika og víkja alls ekki frá honum þó eitthvað annað kom í ljós. Og þetta mikil átök sekt og sakleysi þarna einna persónunar sem að spila á bara flesta samskiptaþætti í mannlegum samskiptum. Maður hefur mest gaman af að fást við í þessu, vinnan með leikarunum í persónusköpuninni og svo náttúrulega þarf að finna þessu rými. Það hvernig myndin síðan endar að hún gefur svona, hún byggir dálítið á því að þetta sé afmarkað og lokað rými sem þau hreyfa sig innan en það minnir á biblíumyndir hreinlega, trúarlegar myndir. Það engin óþarfi á sviðinu, þetta voru hreint og skýrt umhverfi einmitt til þess að athyglin fái fyrst og síðast að beinast að átökum þessara manneskja í verkinu. Það allt notað sem á sviðinu. Fyrsta samvinnuverkefni okkar var Stundarfriður 1979 sem var, þó ég segi sjálfur frá, mikill success-sýning og var sýnd hér alveg hátt í 100 sinnum og fór til útlanda og sýnd í útlandum 2 sumur í röð í 7-8 borgum
og við náðum bara strax þar mjög góðu sambandi og höfum unnið ótrúlega oft saman á þessum tæpum 4 áratugum. Ég held að þess að ég hafi nú talið nákvæmlega að það séu svona alltaf ekki milli 15-20 leiksýningar sem við höfum unnið saman. Við vinnum þetta þannig að þegar verkefni liggur fyrir og við vitum að við erum að fara að vinna það, þá eiginlega förum við að stað frá sama punkti, lesum leikriti samangjarnan og byrjum að ræða það og svo mikil og löng forvinna, þar sem átt að sjá hvert maður vill fara með þetta, hvaða stefnu maður vill taka, svona með stílinn og sýningunni og útfærslu og annað. Og að því við erum að tala samvinnu þá má ekki gleyma því samvinna við leikarana til dæmis í þessu verkefni sem við erum að tala hefur verið alveg einstaklega skemmtileg og ánægjuleg. Það svo gaman að vera með svona verkefni sem fámennt, þar sem maður getur virkilega innbett sér að allt niður í minnsta smáatriði og unnið í þessari karaktersköpun, í þessari nánu samvinnu. Og ég ekki að segja að það líka gaman að setja upp 20 manna sýningu með hljómsveit og kór og allt það, en það allt öðruvísi. Það miklu meira verkstjórnaratriði sem vissulega nauðsynlegt og þarf að hafa á hreinu. En þetta verður fyrst og síðast svona náin persónleg vinna í persónsköpuninni sem gríðarlega gefandi þegar maður hefur svona klára leikara. Nú, við erum náttúrulega ekki alltaf sammála alla hluti. Þú veist, það ekki þannig. Það alveg, stundum þarf að ræða þetta svolítið. Þegar maður nefna gólfið hérna í þessu leikrit. Já, það kannski fyrst og síðast ótrúlega spennandi þó að séu fáa persónur á ferðinni í tiltölulega hreinni næstum hreinsaðri leikmynd, að því að þessi samskipti, þessar efasemdir, viðkomandi sekur, hann saklaus, maður er að skipta skoðun á nokkra mínútna fresti, allt kvöldið og það hleðst upp meira og meiri spenna. Þannig að þetta er mikil dramatík og heilmikil átök, en líka mjög spennandi. Mér finnst þetta að vera verk sem talar algjörlega beint inn í okkar samtíma núna og umræðuna í samfélaginu. Þannig að mér finnst það mikið erindi og niðurstaðan ekki augljós.